Góðan daginn. Það, miðvikudagsspjallið. Já, eins og við sjáum erum við ekki í beinni að þessu sinni vegna þess að við erum í Skotlandi með hópa frábæru fólki, einhver staðar í einhverjum ævintýrum, vonandi ekki týndar. Nei, kannski spurning hvort Við erum einhvers staðar- séu pínu Við stærri erum en einhvers staðar Íslandi. já, við erum einhvers staðar á milli vita. Við sjáum hvort við skilum okkur ekki eftir. En fylgist endilega með Já. á samfélagsmiðlum okkar. Setjum eitthvað inn á hverjum degi frá ferðinni og ykkur fyrir mig endilega líka að spyrja okkur líka. Já. Ef það er eitthvað sem einhver langar að vita um ferðina sem við erum að bralla. En efni dagsins, Já. Komdu með það. Rabbi, Já. hvenær er rétti tíminn til að vinna í sjálfan sér? Nú, það er bara þegar ég er búin að flytja og þegar við erum búin að skrá á námskeiðið og svo þarf ég að fara til útlanda og svo náttúrulega þarf ég að sinna barnabörnunum og stelpa mín náttúrulega í framhaldsskóla og Sumarfrí. fara í sumarfrí og þú veist, svo þarf ég bara, það er rosalega margt sem ég þarf að gera. Garðinn. Já, við minn horfa á fuglana. Hundinum. Manninum. Og... En svona grínlaust að þá er þetta mjög oft svörin sem að við fáum og stundum sem við gefum sjálfar þegar að við erum spurðar eða þegar við spurjum annað fólk hvort það sé ekki komið tími til að fara að beina athyglinni að sér. Og þá kemur tiltölulega oft, ég er bara bíð eftir að finna að sér rétti tíminn. Já. Og svo sannarlega stundum raðast lífið þannig upp að rétti tíminn myndast og vonandi fyrr en seinna. En svona eftir því sem að við lærum meira sjálfar að þá kannski höfum við komist að því að rétti tíminn, hann gerist ekki bara, heldur verðum við bara búan til. Rétti tíminn birtist ekkert. Ég meina, ég ætlaði til dæmis alltaf að fara að vinna við andleg mál bara þegar að rétti tíminn birtist mér. Já. Og þegar ég ætti, þú veist, ég veit ekki hvað ég ætlaði að eiga mikið af peningi í bankanum til þess að geta þá lifað af því ég myndi ekki geta lifað af neinu öðru, þú veist, og allt þetta. Þetta var bara svona alltaf eitthvað að ég var alltaf að bíða eftir einhverju. Alltaf að tala, ég ætla að setja okkur í samband. Já, og biðin og það leiddi bara til þess að ég misti heilsuna og nú þarf að búið að taka mig langan tíma að komast upp úr því. Þannig að rétti tíminn bíður ekkert eftir okkur. Það bara mætir á staðinn það sem þarf að mæta á staðinn. Það er fyrir. Já. Af því að tíminn bíður ekkert, lífið gerist bara á meðan við erum alltaf að bíða eftir að tíminn birtist. Við þurfum nefnilega að skapa þennan tíma. Já, og svo er líka alltaf gott að kíkja á bak við svarið sitt. Af hverju er ég að bíða? Við hvað er ég hrædd? Er ég full ótta að stíga ykkur skref sem ég kannski veit ég þarf að stíga í alltaf betra lífi en ég þori ekki að stíga þau? Hef ég efasemdir sjálfa mig? Ber ég vantraustir mín til heimsins? Eða er ég bara hikandi varðandi hvað ég á að gera næst? Og við fáum til dæmis í tengslum við bara svo við tökum okkur sjálfa sem dæmi, sko. Við tengslum við námskeið okkar, þín persónuleg umbreyting, sem heljarnar ferðalag, alveg 9 mánuðir að virkilega mikilli sjálfsvinnu, þar sem að fólk gerir yfirleitt alveg stórkostlegar breytingar á sín lífi, að mörg hver hafa komið til okkar kannski í umsóknarferlinu og sagt bara, veistu það, ég fann bara ég á að koma en ég á enga pening og ég veit ekki hvernig ég á að gera það en ég veit ég á að koma. Og þá hefum við sagt bara, ok, ef að hjartað kallar á það, að byggja þá bara að það allt sem þú þarf til að geta gert þetta, hvort sem það er stuðningur, pössun á börnunum, þú veist, hvað sem það er, peningur, að það komi til þín, þannig að þú getur púslað þessu saman og gert þetta. Og bara undan tekníkalaust hefur það alltaf gengið af því að fólkið ákveður að nú sé rétti tíminn, býr rétta tímann til og það er aðstæður sem þarf til þess að geta stigið skref. Og þetta á við allt, hvort sem það er námskeið okkar eða eitthvað annað í lífinu. Það er nefnilega svo magnað þegar við ákveðum að standa með okkur, að setja okkur í forgang, af því við elskum okkur, við erum að sýna okkur sjálfum að við elskum okkur og við ætlum að fylgja okkar hjarta og okkar köllun, að þá raðast hlutirnir ótrúlega upp. Já. Og tækifæri skapast sem við hefðum aldrei geta ímyndað okkur að myndu skapast. Já. Og það er það sem er svo magnað að gerist þegar við förum af stað, en það þarf að stíga skrefið. Og það er nefnilega svo oft sem hjartað kallar en
hausinn fann að stýra því að við erum ekki á rétta staðnum, við erum ekki í réttu aðstæðunum, það er ekki tími, það er ekki þetta, það er ekki hitt, en við veljum alltaf sjálf hvernig við verjum okkar tíma. Og það er líka áhugavert að hlusta á hugsanirnar þegar maður fer í þennan hring, því að þá leið getur maður getur bara séð forgangslistan sinn hér og þú heldur þú sért í fyrsta sæti og svo fer að telja upp, já, það er ekki rétti tíminn af því út af þessu og þessu og þessu og þessu og þessu og þú færist alltaf neðar og neðar og neðar og neðar á listan. Það var svolítið svona, góð íslensku wake-up call fyrir mig, þegar ég fattaði bara, já, einmitt, að ég var alltaf vegna þess að ég þurfti að, ég átti þetta börn, ég átti barnabörn og ég þetta og þetta og þetta sem ég þurfti að vera að gera og svo stoppaði ég og bara nei, ég þarf bara tíma fyrir mig. Ef að ég geta verið til staðar fyrir aðra þá verði ég ekki að sjálfum mig tíma. Og kannski virka ég stundum eins og fjarlæg og afskiptalaus amma eða mamma, ég veit það ekki, það getur vel verið, en ég veit þó allavega að ég er að gera eitthvað gott fyrir mig í leiðinni. Ég hugsaði þetta nefnilega rosa mikið út frá því að vera gott fordæmi, að geta verið til staðar fyrir aðra en fyrst og fremst er ég til staðar fyrir mig og þetta er ekkert sem að gerist bara sjálfkrafa, við þurfum alveg að taka okkur á alveg eins og allir aðrir og minna okkur á þetta reglulega og forgangsraða og breyta og bæta og allt það. Þetta er bara stöðug vinna, en að vera meðvitaðar þetta, að vera í meðvitundum að við erum að verja tíma okkar, við ráðstöfum honum, við ákveðum og við ákveðum hvað er í forgangi. Já, og svo er líka alltaf svo áhugavert þegar fólk kemur til mér og segir við það að ég var bara þarna og ég var búin að setja, og þessi fyrir algjöra tilviljun, þá kemur þetta til mér og þetta ræðast upp og þetta gerist, bara fyrir algjöra tilviljun, þannig að ég sá bara, já, ég get farið í skólan til ykkar, eða ég get farið, þú veist, í utanlandsferðina sem ég langar í, eða hvað sem er, og þá segir við svona, já, en frábært, en hvað varstu búin að senda út í heiminn áður en þetta gerðist? Varstu búin að segja, var hjarta búið að kalla eitthvað, þú búin að segja, mér langar í þetta, viltu færa mér þetta? Og var það hefur kannski að færa þér hlutina sem að þá fyrir algjöra tilviljun birtust í lífinu. Það er nefnilega þetta hvað við setjum út og líka bara að trúa á það. Já. Og að við höfum viljan til þess að skapa rými fyrir okkur í lífinu, af því að það skapast ekkert af töfrum bara réttur tími ef að við stígum engin skref. Við verðum líka að sýna heiminum það að við séum ákveðin. Að við ætlum að grípa tækifærið, af því það getur verið búið að skapa tækifæri fyrir okkur til þess að gera hlutina sem okkur dreymir 20 sinnum fyrir framan okkur og jafnvel oftar, en við höfum ekki gripið tækifærið. Þannig að ég er búin að hitta marga sem segja, já, ég ætla nú að koma en þegar ég er tilbúin eða þegar rétti tíminn birtist og þegar þetta og þegar hitt. En þetta eru allt afskaplega fínar afsakanir. Og það er eitthvað sem við erum mjög góð í, öll sömur. Ég held nefnilega að það sé bara ekkert öðruvísi það er allavega hjá flest öllum sem ég þekki er alveg yfirdrifið nóg að gera. Já, það vantar ekki. Það vantar ekki. Við höfum öll okkar vinnu og við höfum öll okkar fjölskyldu og áhugamál og vini og allt það að sinna. En þegar við horfum á heildarmyndina, hvar erum við að setja okkur í forganginn og hversu miklum tíma erum við raunverulega að verja í að sinna okkur. Og við getum náttúrulega sinnt okkur á ansi margan hátt og ólíkan, en að sitja og skoða okkur, og mér hefur fundist þetta alveg ótrúlega skemmtilegt ferðalag og heldur áfram að vera áhugavert, líka bara til að sjá, það sem ég er svo gaman að sjá náttúrulega hvernig við breytumst. Og hversu miklu auðveldar það verður að svona gera rými fyrir okkur í dagskránni. Þó komi náttúrulega alltaf tímarinn á milli, en leið og við ákveðum og við gefum heiminum skýr skilaboð, þá skapast þessi tími, þessi góði tími. Já, og líka leið og við áttum okkur á því að við erum ekkert ómissandi. Það er við sem búum til þar aðstæður í lífinu að gera okkur ómissandi, og þá verðum við að fara að skoða eins byrju af hverju þarfnast ég þess að vera ómissandi í lífi fólk sem er í kringum mig. Í hverju skapa ég virði mitt? Er það að gera allt fyrir alla alltaf og vera alltaf til taks í öllu nema fyrir sjálfa mig? Og það held ég að sé svona sérstaklega sem kannski ég vil rekist svolítið að hafa svona konur 60. Það er svona konur sem eru komnar á barneignaraldri
og eru svona eiginlega búnar að, kannski börnin eru farin að heiman og barnabörnin eru komin inn í lífið, að það er þetta að vera alltaf í starthólunum. Að þú ert að vera bara tilbúin ef ske kynni og þú kannski ert búin að raða upp þín líf og þínum degi og ef eitthvað kemur upp á þú beðin að passa að gera eitthvað þá bara, já, ekkert mál og ítir öllu þínu til hliðar. Og nú er ég ekki taka þannig ég sé að gera lítið úr því hversu mikilvægt þetta er að eiga gæða stundum með börnunum sínum og barnabörnunum sínum og fólkinu sínu, algjörlega. Það skiptir mjög miklu máli, en við þurfum ekki að vera alltaf til staðar, allstaðar fyrir alla. Það er bara mjög þannig. mikilvægt að átta sig á því. Já. Það er alltaf maður sem kemur í manns stað Já. og Og fyrir það við erum bara ungar ömmur. Já. Og það er bara nóg að gera. Já. En ég líka, eins og ég hef oft sagt við fólk að það skemmir ekki börnin að fá barnabjör. Alls ekki. Það hefur hingað til bara verið yfirleitt bara mjög gaman fyrir krakka sem að þurfa á gæslu að halda að fá barnabjör. Já. Þær eru mjög góðar sko. Já. Margar hverjar. Mjög góðar. Já. Fullt af líka bara flottu ungu fólki sem langar að passa börn og vantar kannski pening í vasann og alls konar svoleiðis. Þannig að það snýst náttúrulega gæði. Já, og það snýst líka stundum þegar kemur á börnunum okkar þennan óbúslega miskilning okkar að við þurfum alltaf að vera til staðar fyrir börnunum okkar 24 tíma sólarhring allan ársins hring. Og stundum þegar ég hitti fólk sem er kannski með börn sem eru 3 ára og þeir hafa aldrei gist neins staðar annars en heima hjá sér. Ég hugsa bara, guð minn almáttugur hvað ég var hrikaleg mamma. Þegar dóttir mín var 6 mánaða þá var ég farin í burtu í viku sko. Ég er ekki að segja að það sé eitthvað betra verra en eitthvað annað, en bara við gerum okkur ómissandi í okkar eigin augum og það myndast svona svolítið í einhver svona meðvirknisambandi. Þetta er svona óheilbrigt meðvirknisamband við líf okkar og umhverfi og þar held ég að kannski hnífurinn liggur í grafinn, eitthvað sem er. Hver liggur í grafinn? Stendur hnífurinn í gónni? Já, eitthvað svoleiðis. Nei, en þetta er ótrúlega bara að finna þetta jafnvægi milli þess að vera til staðar en vera þá líka raunverulega til staðar, að vera ekki útkeyrð og geta í rauninni ekki verið til staðar fyrir neitt af því að við erum með athyglina út allt eða það er búið að vera svo mikið, það er svo mikið álag og annað að við séum raunverulega kannski ekki til staðar og svolítið eins og bara með börnin að bara flest vonandi eiga 2 góða foreldra og það þýðir ekki að þið þurfi alltaf að vera báðir aðilar meðan að aðstæður, meðan að möguleiki er til staðar að annar aðilinn geti stigið og sinnt sér. Það er bara mjög mikilvægt, sérstaklega í þessu bara bæði sem foreldrar og líka bara ekkert endilega bara sem foreldrar, bara fólk, ég sé það oft á fólki í kringum mig sem að er til dæmis á okkar aldur og eldri og á ekki börn, að það er oft meira álag á þeim að sinna öldruðum foreldrum, að sinna öðrum skyldmennum kannski sem að eru ekki með neitt til staðar fyrir sig annan, að við þurfum líka að skerpa á mörkunum með þetta, með okkur sjálf hversu mikil sem þetta ætlast til af okkur. Þegar að því það er ekkert sanngjarnt að því ég á barn og þá er þú að mæta einhvers staðar annars staðar þú átt ekki barn og sinna öllu þessu og það er náttúrulega bara oft mikið álag á fólki eins og í umönnun á bæði börnum og svo foreldrum og ættingjum. Og þess þá heldur kemur bara mikilvægi þess að taka tíma fyrir sig og gera eitthvað fyrir sig og hætta að tala að ætla að gera eitthvað einmitt þegar að rétti tíminn kemur. Ákveðum frekar í hjartan, finnum hvað hjartað vil og byggjum heiminn það sem við viljum og sjáum það koma til okkar. Sjáum það bara fyrir okkur koma til okkar því að þá sköpum við rétta tíman til að gera það sem við viljum gera hér og nú. 5. vítin snýst samfélag og búa í samfélagi og þá hjálpust við og vinnum saman og það er það sem við eigum að stefna og ef við treystum náttúrulega ekki alheiminum til þess að styðja okkur að þá komumst við seint upp í inn í þá orku og tíðni sem að við viljum fara inn í. Af því það er eftirsóknarvert að vera í samfélagi þar sem við getum raunverulega fundið stuðning og unnið með öðrum. Þannig að rétti tíminn, hann er núna. Já, hann er núna og við bara búum hann til og hættum að bíða eftir honum. Það er boðskapur dagsins. Já, gerum það sem hjartað kallar á og ekki lifa hausnum
að stoppa. Gangi ykkur vel.